Pi 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 1, 7. Og svo framvegis, og svo framvegis. Halló! Halló! Komdu sæll, Andrés. Það er ég. Hvar ég? Þú ert í undraheimi starffræðinnar. Undraheimi starffræðinnar? Aldrei heyrt af þetta. Það er heimur ævintýranna. En hver þú? Ég er Andi. Andi ævintýranna. Það eitthvað verið mig. Hvað kemur nú? Ferðalag undirheima starffræðinnar. Starffræði? Hún nú bara verið menningarvita. Menningarvita? Gættu nú að þér, Andrés. Þú hefur gaman að tónlist. Já. Án menningarvita ættu við enga tónlist. Komdu nú. Við skulum skreppa til Grikklandsins forna og heimsækja Pýþagóras sem var mesti menningarviti síns tíma. Pýþagóras? Faðir starffræðinnar og tónlistarinnar. Tónlistar og starffræði? Þú finnur starffræði á furðulegustu stöðum. Taktu nú eftir. Fyrst þurfum við streng. Strengdan vel. Sláðan nú. Skipt honum í tvennt. Sláðan aftur. Heyrðu? Sami tónn. Áttund hærra. Skiptu strengnum aftur. Og aftur. Pýþagóras uppgötvaði að áttund er hlutfalli 2 á móti 1. Með einföldum brotum fékk hann þetta. Og úr þessum samhljómi talna spratt sá tónstigi sem nú er notaður. Þú getur ímyndað þér hver glaður Pýþagóras var þegar hann sagði vini sínum frá þessu. Hann hafði stofnað félag, hálfgert leynifélag og var hópurinn kallaður Pýþagóringar. Þeir hittust á laun til að ræða uppgötvanir sínar. Engir nema félagsmenn höfðu aðgang. Þeir höfðu sérstakt merki. Það var 5-stirnið. Nú skulum við sjá hvað er á dagskrá í dag. Svona kom tónlistin til okkar, frá Pýþagóringum og þeirra starffræði. Hún þróaðist áfram gegnum aldirnar.
Það var okkar gamli vinur Pýþagóras sem uppgötvaði að fimmstirnir fullt af stærðfræðilegum furðum. 2 stystu stríkin eru samanlögð jafnlöng því þriðja og skipta því í gullinsniði einu frægasta hlutfalli heims. Annað og þriðja strikið eru samanlögð jöfn því fjórða og skipta því líka í gullinsniði. En þetta er ekki nema upphafið. Í fimmstirninu er fólginn leyndardómur gullna rétthyrningsins. Menn hafa löngum dáðan fyrir fegurð, en hlutfallið milli breiddar hans og lengdar er einmitt gullinsnið. Fimmstirnið er töfrum slungið. Það geymir gullna rétthyrningin víða. Þetta furðulega form endurtekur sig aftur og aftur. Í öllum rétthyrningum er sama hlutfallið. Á myndinni er líka fólginn töfraspírall þar sem gullinsniðið endurtekur sig í sífellu. Fyrir forngrikkjum var gullinsniðið stærðfræðilegt lögmál fegurðar. Þetta má greinilega sjá í byggingalist þeirra. Parthenon, meyjarhofið á Akropólishæð, eina frægustu byggingum í heimi, geymir gullna rétthyrningin á fjölmörgum stöðum. Gullinsniðið sést líka víða í grískum listaverkum. Á næstu öldum var gullinsniðið allsráðandi í hugmyndum manna fegurð. Notre Dame, Frúarkirkja í París er lýsandi dæmi það. Málarar endurreisnartímans þekktu þetta leyndarmál vel. Og enn á vorum dögum er gullni rétthyrningurinn veigamikill þáttur í veröldinni. Nútíma málarar hafa fundið töfra þessa hlutfalls að nýju. Og raunar má finna þetta hlutfall, gullinsniðið, víða í lífinu sjálfu. Já, hérna! Er þetta stærðfræði? Svona stærðfræði líka mér, Ó, Andrés, ekki svona. Svona? Ekki svona. Gullinsniði. Ekki alveg. Ekki svona. Við erum ekki öll fullkomin, ekki stærðfræðilega fullkomin. Ekki það! Æjá, mér tókst það! Þar tókst ég loks að loka þig inn í fimmhyrningi. En nú skulum við sjá hvernig náttúran notar þetta formblóm eins og petúnía og stjörnujasmína. Krossfiskur. Og vaxblóm. Þetta ágæta félag fimmstjörnunnar í náttúrunni á sér þúsundir félaga sem eru dreifðir víða. Í öllum verkum náttúrunnar er að finna stærðfræðilega rökvísi og fjölbreytnin í mynstrum hennar er takmarkalaus.
Furðuhlutföll gullinsniðsins koma líka fyrir í skrúfuvafningum kuðunga og miklu víðar í náttúrunni. Þessi gnótt stærðfræðilegra forma minnir á orð Pýþagórasar sjálfs. Öllu skipað niður í samræmi við tölur og stærðfræðileg form. Já, stærðfræði að finna í tónlist, í mörgum öðrum greinum lista og í rauninni allstaðar. Og eins og forngrikkir höfðu getið sér til eru reglurnar ávallt og allstaðar þær sömu. Jæja, fannst þér gaman að ferðalaginu rúmfræðina? Já, Andi. Þessi stærðfræði, hún ekki bara 2 sinnum 2. Það rétt, Andrés. En stærðfræði má líka finna í leikjum. Í leikjum? Við skulum byrja á leik sem leikinn á litlum ferningum. Namntabli? Nei, skák. Skák? Skákin stærðfræðiglíma 2 manna. Hún leikur sem eru heilla lærða sem leika, aðal sem alþýðu öldum saman. Lewis Carroll, sem var víðkunnur stærðfræðingur og snjall rithöfundur og ritaði bækur Lísu í Undralandi, notar skákina sem leiksvið í einni af sögunum af Lísu. Þar Lísa allt í einu komin inn á mitt taflborð og taflmennirnir eru heldur kuldalegir við hana. Drottinn minn, hvað þetta? Hjálpi mér. Þetta virðist vera glatað peð. Ég ekki peð, ég Andrés Önd. Hann segist vera Andrés Önd. Háránlegt. Kannski þetta sé Lísa? Lísa? Nei, þetta glatað peð. Glatað peð? Stöðvið þetta peð! Já, stóði Andi, já. Nú getur þú horft á þennan leik frá öruggari stað. Skák leikur sem byggist á skarpri íhugun og nákvæmum útreikningum. Og þess vegna skákborðið gert úr ferningum. Skák og mát. Taflinu lokið. Þetta var sveimaflott. Hvað kemur svo? Næstum allir leikir fara fram á borði eða velli sem stærðfræðilegur að lögun. Án stærðfræði væri ekki einu sinni hægt að halda reikning í leiksins. Amerískur fótbolti leikinn á réttindum velli sem skiptir í smærri rétthyrninga með þverlínum. Í körfubolta má sjá hringi, kúlur og rétthyrninga. Jafnvel í París eru margfaldir ferhyrningar. Hvað veist? Klóaspil? Nei, nú kemur stærðfræðilegu leikur leikinn á borði sem gert úr 2 ferningum og þar sem notaðar eru 3 kúlur og margir tíklar. Með öðrum orðum, knattborðsleikur. Maður lifandi. Þetta sko fyrir mig. Þú kannt þennan leik, það ekki? Auðvitað, biljarkúlan á að hitta 1 eða 2. Svona. Nú skulum við sjá hvernig sérfræðingur í 3 randa biljard notar heilann. 3 randa? Já, biljardkúlan á ekki aðeins að hitta báðar hinar kúlurnar,
heldur hún á hún að koma við að minnsta kosti 3 borðrendur áður en hún hitti seinni kúluna. Einn, 2, 3. Einn, 2, 3. Maður þarf að vera býsna snjall til að geta gert þetta oft í röð. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vá, þarna var hann heppinn. Heppinn? Nei, þetta er leikni. Ekki heppni. Hér þarf að þekkja hvert horn. Einn, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þetta er skrítið. Hvernig fer hann af? Þetta er í fyrsta lagi tækni. Hann rekur kjuðan í neðri hluta kúlunar til þess að hún snúist aftur á bak meðan hún rennur áfram. Ef hann rekur kjuðan hægra megin í kúluna, þá fylgir hún borðröndinni lengra en ella. Þessi handbröð kostar mikla æfingu. Nú best hann. 1, 2, 3. Er eitthvað stærðfræði þessu? Þennan leik þarf að reikna nákvæmlega. Hann reiknar hvert skot í huganum áður en hann framkvæmir það. Hann gæti leikið þetta svona, en til þess þarf talsverða heppni. Betra er að miða við litlu tíklana á borðröndinu og reikna svolítið í huganum. Fyrst reiknar hann hvaða stefnu kúlan þarf að hafa til að hitta báðar kúlurnar og sér að til þess þarf hún að koma frá 3. tíkli. Svo býr hann sig undir skotið og þá þarf hann að lesa eigin stöðu. Og til þess þarf hann aðrar tölur. Þetta er nú ansi rugglingslegt. Ekki þegar þú hefur náð valdi á því. Þú sérð að kjuðin er við 4. tígul. Nú þarf ekki annað en að draga frá, 3 frá 4, þá er eftir 1. Ef hann miðar á 1. tígulinn ætti þetta ganga. Þetta er kallað að leika samkvæmt tíglakerfi. Stefnan þarf að vera frá tígli númer 2. Staða kjuðans er 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 2 frá 3,5 og eftir eru 1,5. Það þarf að miða mitt á milli 1. og 2. tíguls. Þetta er ekki vandi. Nú vil ég reyna. Nú skulum við sjá. Ef ég hitta hérna, þá rennur og hingað. Nei, þákað. Ef ég hitta þarna, 4,5 mínus 3, 3,5 pluss 4 og 2 við. Hann delti, og slengtist þákað. Nei, Andrés, þetta er starffræði, ekki hattrætti. Þetta er ofur einfalt. Kúlan þarf að koma frá 2 til að hitta, kjöðin er á 3,5 og hvað kemur út ef þú dregur 2 frá 3,5? Ætli það sé ekki 1,5? Þetta gengur, drengur. Þetta er ekki vandi. Ef ég hitt hana hér. 3,5 pluss 4, 4,5 mínus 3,5, 6 mínus 2, 4,5 mínus 3,5, blessa þá. Þú vinnur þetta of erfitt, Andrés. Hvað finnst þér um þessa stærðfræði, herra Andi? Hún er ágæt. Og nú er komið að þeim leik sem er allra bestur. Já, hérna. Og nú er leiksviðið hugur þinn. Sjáðu hvernig ástandið er þar. Úreltar hugmyndir.
Hégiljur og klúður, allt á ringulreið. Til þess að geta hugsað skýrt þarf að gera rækilega hreint. Þetta var betra. Nú er allt komið í röð og reglu. Nú leikum við okkur með hringi og þríhyrninga. Hugsaðu þér réttan hring. Réttan hring. Réttan hring. Þarna kom hann. Innritaðu nú þríhyrning í hringin og snúð honum. Láttu nú hringin snúast. Hvað færðu nú? Bolta. Já, þú fær kúlu. Kúlan er form sem fyrst verður til í hugamannsins. Skerðu nú litla sneið af kúlunni, hvað kemur fram? Stækkunargler. Hárrétt. Stækkunargler er sneið af kúlu. Í öllum sjóntækjum kemur stærðfræðin við sögu. Þú sérð að í stærðfræðinni fjallaði margt annað en tölur og jöfnur. En nú skulum við snúa okkur aftur að hringnum og þríhyrningunum. Veltu hringnum. Hvað færðu nú? Hjál. Hringurinn er undirstaða margra mikilvægra uppfinninga. Hugur manns getur skapað furðulegustu hluti. Þegar þríhyrningnum er snúið kemur fram Keila. Sneiddu toppinn af keilunni. Keilan er full af nytsamlegum stærðfræðilegum formum. Skerðu fleiri sneiðar. Í keilu er hægt að finna brautir allra reikistjarnanna, allra tungla og gervitungla. Það er sama hvernig keilan er sniðin, ávallt kemur einhver stærðfræðilegu ferill fram. Sneið eins og þessi nýtist ágætlega í ljóskastara. Sneið eins og þessi er spegill í tröllaukinn stjörnuskjá. Sé bein lína dregin niður eftir keilunni meðan hún snýst, kemur fram skrúfa eða bor, eða gormur. Nú ertu farin að tifa. Veldu þér númer. Hugur mannsins er sá staður þar sem öll afrek hans í vísindum fæðast. Anda mannsins eru engin takmörk sett, sé honum rétt beitt. Hugsaðu fimmstirnið, Andrés. Og annað innan í því. Og þriðja og fjórða. Engin penni er nógu hvass til að draga eins granna línur og þú getur myndað í huganum og ekkert blað nógu stórt til að rúma hugarflug þitt. Óendanleikan getum við aðeins skynjað í eigin huga. Stærðfræðileg hugsun hefur opnað dyrnar að heillandi ævintýrum vísindanna. Nú dáma mér. Ég hef aldrei séð svona marga dyr. Hver uppgötvun leiðir til nýrrar uppgötvunar. Keðjan er endalaus.